Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, mikið rétt sportáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 20:11 og nú komið tími aðeins á enska boltan. Ég ákvaði þessu sinni að heyra í Manchester City aðdáanda því að Man City áttu allan að stærsta sigur helgarinn 7-0 og hann nú komin á línunni hjá mér Gunnleifur Gunnleifsson, markmaður, komdu blessaður og sæll ekki. Blessaður og sæll. Hvernig hefur það? Ég bara stórfín, takk. Þú ert bara stórfín? Herðu, þetta var nú heldur betur mikil sigur hjá þínum mönnum helgina? Já, og síst of stór með við gang leiksins. Já. Og hvernig var svona gangur leiksins fyrir þá sem ekki sáu þennan leik? Það var bara einstefna á markinu og sem betur fyrir náður að skora snemma leiks og þá var bara spurningum hvað þetta stort og þeir fengu fjölmörg færi til að bæta ennþá meira við. Já. En þú sem markmaður, þú lítið þá að hafa vorkennt markmanni Norwich City að fá þessi 7 mörk, eða ekki? Nei, ég lítið að vorkenna. Já. Eitthvað svona, þetta bara gangur leiksins og það bara súpa segið það því. Þetta bara gangur nýsu. Já. En hvernig finnst þið samt svona þínu menn fara annars að stað í ensku deildinni fyrir utan þennan leik kannski? Ég held að sé bara alveg eins og við varum búast, nýr framkvæmdastjóri og eitthvað nýjum mönnum og það var svona heikstæði í einhverjum leikjum en ég er bara nokkuð ánægður með það. Já. Og þeir eru núna að hífa sig upp og eru konir í 5. sæti með 19 stig og eru þeir ekki bara að fara að reyna að taka fram úr núna Chelsea, Liverpool og Tottenham í næstu umferð? Jú, eins og ég segi, það er náttúrulega bara byrjun að svona fílingur á sig að slípa sig saman og svona. Þeir eru náttúrulega með gríðarlega stórun hóp og sýndu það hérna við spiluðu skiptum 10 leikmönnum í leikmóti Newcastle deildabikarnum og inn á 2-0 á útivelli. Já. Ég held að leiðin sé bara upp á við hérna hjá Manchester City og ég gerir svona ráð fyrir mín spá er að þeir eru eftir að keppa við Chelsea titilinn. Já. En nágrannir hérna úr Manchester United, þú eru eitthvað spáð þá góðu gengi eða? Nei, ég held að það vera ekki sérstakt gengi á þeim. Þeir með náttúrulega að þurfa að fara að stað núna eftir Alex Ferguson, það er ekkert grín og maður hefur haft á tilfinningan þeir séu að reyna eins og þeir geta einhvern veginn en það gengi illa undanskilinn Fulham-leikurinn daginn en ég, svo veit maður ekkert, það getur alveg smotlega í gangi, þetta er nú einu sem Manchester United en ég hef tilfinningan þegar að vera ekki allavega ekki að keppa titilinn á þessu tímabili. Þú varst að tala að City væri að fara að berjast við Chelsea með Englandsmeistaratitilinn en Arsenal-menn sem hafa nú fengið þessa frábæru byrjun. Já, það er að byrja frábærlega og líta vel út, betur heldur en mörg undanfarin á þá. En ég held að það sé bara tímaspursmál þangað til þeir fara að hitta. Ég hef ekki trú að þeir blandi sér eitthvað að viti í titilbaráttu. Nei. Þú ert alveg búin að reyna að særa neitt. Nei, en þú sér alveg fyrir greinilega samt hvaða lið verða að berjast með Englandsmeistaratitilinn, það er City og Chelsea. Já, það er mín spá og mér finnst þeir að vera með öflugustu hópana, það er svona ef þessi lið komast vel í gegn í janúarmánuð til dæmis februar, kvöldustu mánuðina í Englandi þá verða þau langhæst. Já, en hvernig er með svona, nú hafa menn aðdándur Liverpools mikið verið ánægðir þessa dagana og mótnir eru þeir eitthvað að fara að vera þarna berjast meistaradeildarsæti eða heldur þetta sé bara svona farið núna niður og við hjá þeim? Nei, ég get alveg trúið að þeir eftir að keppa við Manchester United og Tottenham þetta 4. sæti. Já. Mér líst vel á það, þeir líta vel út og svona mestan part af sem maður hefur séð það og náttúrulega með frábæra sóknarmenn og kannski ekki breyting gríðarlega mikil en ég hef trúið að þeir berjast þetta 4. sæti. Já. En er ykkur lið sem eru búin að koma meira óvart en önnur svona í byrjun tímabils? Nei, ég get ekki sagt það. Þetta er svo sem eftir bókinni strax komin stóru liðin ég hef búin að ræða sér eftir sætin og annað var svo sem skipti í litlu máli þannig að sé. Þetta var nýliðarnir að brasa og gaman að sjá kannski Stók þeir að reyna að breytum system hjá sér og við séum með alla gæjana 100 kg og 2 metra. Já. Bara jákvæmt að sjá breytingan þar. En hvernig, þú hlýtur að eiga eitthvað upp á svona
já, mann sem þú ræðir við fótbolta og eigir rökræði við, þú sem sitt í aðdándi, hvern átti einhvern sérstakann uppáhalds mann sem þú ert alltaf að tala við fótbolta og rífast við? Ég rífst ekkert fótbolta, ekki lengur. Ég hef engin áhrif á hvernig leikir fara, þannig að ég get lítið vera vesennast með. Ég talaði átt við tengdapabba bara bolta, hann í harði United aðdándi og eins mágu minn og þeir báðir og við svona tökumst aðeins á stundum. Já. En það er ekki þó frúin náttúrulega, en það er ekkert svona, þetta bara eins og gengur að gerist í þessu. Svona áður en ég sleppi já, nú drógust þau á móti Króatíu hérna í umspilið, hvernig svona leggst þetta í ykkur? Við erum í góðu jafnvægi, við erum búin að vera það í síðustu leikjum og svona hópurinn orðinn gríðarlega svona það er ró yfirvegun og við hefum mikla trú á okkar getu og því sem við erum að gera. Já. Og sjálfstraustið mikið og við höfum bara bullandi trú að við getum slegið það út, það er ekkert öðruvísi en það. Nú hefur verið í landsliðinu svolítið tíma og hvernig svona finnst þið vera svolítið mikið breytt andrúmsloft í þessu landsliði núna í dag heldur en þegar þú til dæmis komst fyrst inn í landsliði? Já, það er náttúrulega tvennt ólíkt. Ég held að það hafi hitt svolítið vel á akkurat þetta moment að kemur Lars og Heimir taka við landsliðinu, þá hittu það akkurat á það moment að strákarnir, þessir ungu sem fengu séns hjá Óla og undan, eru orðnir bara nánast fullmótaðir knattspyrnumenn og gríðarlega hæfileikaríkir tilbúnir í alvöru slag og riðillinn sem fengum var hálfgerður svona lukkudráttur og þetta helst allt í hendur og þegar það gengur vel þá náttúrulega segir sig sjálft að þá hefur andrúmsloftið öðruvísi og nú er jákvæðara í okkar garð og fólk sér líka hvað við erum að leggja okkur í þessu og við erum að skila góða morgungri. Já. Gunnleifur, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og ég ætla að sleppa þér aftur til tengdafóreldrarinn að ræða fótbolta. Já, mín var ánægðan. Já, þakka þér fyrir. Gangi vel. Blessaður. Já, farið ekki langt góður, við ætlum að fara í NBA umræðu hérna eftir smá stund og það er höfðingi sem ætlar á línunni, það er Snorri Örn Arnaldsson.